Þá ætlum við að rúlla okkur í fjórða hlutan úr 7. kaflanum úr bókinni Lífheimurinn, en þessi kafli fjallar dýr. Fuglar eru þau dýr á jörðinni sem eru skyldust risaeðlum. Þeir eru ekki beint afkomendur risaeðla, heldur virðast eiga eitthvað sameiginlegan forföður, en fyrstu fuglarnir komu fram með svipað leyti og risaeðlurnar voru að hverfa eða svolítið áður. Fuglar eru miklu léttari. Fugl sem jafn stór og kannski hundur, hann ekki nema svona einhvers staðar á bilinu 1/4 til 1/3 af þyngd hundsins. Einfaldlega vegna þess að þeir eru miklu léttari að allri gerð. Þeir eru með hol bein, fjaðrir eru miklu léttari heldur en húð sem með fitu. Þeir eru með færri og sampakkaðri líffæri. Þeir eru ekki með tenntan kjálka, þeir eru með gogg, það engin fugl með tennur og þetta gerir það verkum að þeir eru miklu léttari. Og þegar maður þarf að fljúga, eins og allir sem hafa farið í flug vita að maður rukkaður aukalega maður með þungar töskur, því að það kostar meira eldsneyti að fljúga með þyngri töskur, og fuglinn, það bara erfiðara fyrir hann að fljúga ef hann of þungur. Það ekkert allir fuglar fleygir. Til dæmis strútfuglar kunna ekki að fljúga. Þetta hjálmkasúi þessi hérna. Hann kann ekki að fljúga, en hann fljótur að hlaupa í staðinn. Þetta túkani, hann fljótur að hlaupa. Kólíbrifuglar, túkani segi kann alveg að fljúga. Kólíbrifuglar, þeir eru mjög flinkir í að fljúga, geta flogið upp og niður og aftur og bak, svona eins og þyrla. Þetta súlan, hún fallegur fugl. Það mjög misjafnt hvað fuglar verpa mörgum eggjum. Sumir verpa bara einu eggi, en aðrir verpa mjög mörgum. Og það fer í raun eftir því sem að fuglinn verpir færri eggjum, þá hugsar hann betur yfir ungan sinn. Hérna sjáum við heiðlú og fálka. Fjaðrirnar eru fuglunum gríðarlega mikilvægar. Það allar eins að gerð, þó það séu til 2 týpur. Það svona fjöðurstafur, út úr honum liggja fanir og út úr fönunum liggja geislar sem krækjast svona saman. Og fuglar, þó að fjöðurinn aflægist, þá getur fuglinn lagað hann og hann notar gogginn til þess. Einnig aftur á gumpnum, sem sagt ofan á stélinu, það svona fitukirtill sem sækja fitu í til þess að setja fitu á fiðrið til þess að gera það vassalt. Og þetta sjáu þið fugla maka gogginn í fitu og svo bera hann það í fjaðrirnar. Fuglar hafa almennt hærri líkamshita heldur en spendýr, einfaldlega vegna þess að þeir þurfa að hafa hraðari brennslu því að flug krefst gríðarlegrar orku. Eins þurfa þeir meira súrefni, þannig að þegar fugl andar að sér, þá fer loft hérna inn, en þegar hann andar frá sér, þá loft líka að fara yfir lungun, þannig með tvöfalt svona kerfi. Þannig að þegar hann andar að sér, þá fer loft í gegnum lungun og þegar hann andar frá sér, þá fer nýtt loft í gegnum lungun. Æðarnar liggja svo á móti loftstraumunum hérna í lungunum eins og við sjáum hér og það gerir það verkum að súrefnisupptakan meiri heldur en til dæmis í okkur. Hérna sjáum við dæmigera dúnfjöður sem nær líkamanum, stélfjaðrirnar og flugfjaðrirnar eru svona, þær eru lengra frá. Þetta einangurnardæmi, þetta svona, gerir það straumlínulaðir og gerir það kleift að fljúga. Fuglar þurfa mikið að borða, þeir reyna flestir að melta matinn vel. Þeir eru með 2 magahólf, svo kallaðan sarp sem að þeir geyma matinn svolítið í og svo fóard sem vöðvareikt hólf sem að kremur matinn. Þið munið að þeir eru ekki með tennur nefnilega. Það ekkert allir fuglar sem melta matinn vel. Gæsir til dæmis fara aðra leið. Það borða gras. Gras tormelt, það erfitt að melta það. Þannig að gæsirnar fara aðra leið. Þær bara éta rosalega mikið af því og það rennur bara beint í gegn. Þær geta ekki flogið með mikið af grasi í maganum sem að meltast. Og gæsir eru fyrir það þungar þær á mörkum þess að geta flogið. En þær geta það nú samt. Goggar og fæturfuglar eru mismunandi eftir hvað þeir borða og við hvernig aðstæður þeir lifa. Strútur með svona frekar fáar tær, því að bara rétt nóg margar til þess að geti haldið jafnvægi, því hann vil vera fljótur að hlaupa. Ránfuglar þurfa að geta krakt í fæðuna, endur og aðrir sjófuglar og vatnafuglar vilja geta synt.
Rjúpan þarf fiður á fótunum til þess að henni verði ekki of kalt og svo framvegis. Sama með gogginn. Fer eftir því stuttur goggur bendir til þess að fuglinn borði fræ, mjór goggur bendir til þess að hann borði skordýr og svo framvegis. Rándýrsgoggur, hann rýfur fæðun í sig, breiður andagoggur til þess að grípa smádýr í yfirborðinu og svo framvegis. Fuglar skiptast í farfugla sem að koma og fara eftir ástíðum. Hjá okkur koma fuglarnir á vorin og fara á haustin. Farfuglarnir sem að koma til okkar fara flestir til Evrópu eða Norður Afríku. Þannig að ef við búum í Evrópu þá eru það sumir fuglar sem koma frá Afríku á vorin en aðrir fara lengra norður. Hjá okkur ekki fuglar sem að koma til okkar á veturna. En það fullt af fuglum samt sem að koma hingað á leiðsinni framhjá. Má þar til dæmis nefna margæsina og rauðbristing sem koma hérna á vorin og koma svo aftur þegar það fara á haustin. Fuglar rata með því að nota sól og stjörnur en þeir eru einnig með nokkurs konar innbyggðan áttavita, þannig að þeir villast nú sjaldan. Taka einnig mið af svona landfræðilegum kennileitum. Þeir fara mislangt. Krían til dæmis, þetta kort sem að sýnir farleið kríunar. Hún fer alla leið til Suðurskautslandsins. Hún hér á sumrin, þá bjart lungan úr sólarhringnum hjá okkur og allan yfir hásumarið og það eins hér, þannig að það ekkert dýr sem upplifir eins mikið sólarljós eins og krían. Svo hrafninn hérna sem einn þekktasti staðfuglinn okkar. Hann fer akkurat ekki neitt, einn allt árið. Spendýrin eru skyldust okkur, við erum spendýr, maðurinn. Það sem spendýr eiga sameiginlegt að næra afkvæmi sín á mjólk. Það eru nefnilega ekki öll spendýr með spena, það rangt. Og þau hafa einnig hár, það engin önnur dýr sem hafa hár. Eins og fuglarnir þá halda þau líkamshita sínum jöfnum en þau þurfa ekki að hreyfa sig eins mikið, þannig að líkamshitin almennt lægri heldur en á fuglunum. Skiptast í þessa þrjá hópa, nefdýr, pokadýr og fylgjudýr. Nefdýrin eru dýr sem að fjölga sér með því að verpa eggjum og þau hafa ekki spena. Þau eru með mjólkurkirtla undir húðun á svipuðum slóðum og hjá sambærilegum spendýrum en mjólkin vætlar bara út húðina, þannig að ungarnir þurfa bara að sjúga hárin til þess að drekka mjólkina. Það eru þessar tvær tegundir, það eru tvær tegundir af mjónef og held ég tvær tegundir af breiðnef sem lifa allir í Ástralíu. Pokadýrin eru líka í Ástralíu en líka í Suður-Ameríku. Þau eignast unga sem svona pínu lítill, hann bara nokkri sentimetrar á stærð upp í bara einhverju millimetrar hjá minni pokadýrunum. Hann fæðist hérna út leggöngin, síðan skríður hann allaveg upp í pokan. Þar eru spenar sem hann fer að sjúga og hann í pokanum í nokkra mánuði þangað til að hann orðið nógu stór eins og sjá hér til þess að skríða út. Hérna sjáu þið nokkur skemmtileg pokadýr. Fylgjudýrin eru svolítið öðruvísi. Pokadýrin nefnilega geta ekkert nært fósturðaninu viti í móðurkviði, þess vegna þarf það að komast út og skríða upp í pokan til þess að nærast. Hjá fylgjudýrum myndast legkaka eða fylgja sem að nærir fóstrið og það getur þess vegna vaxið miklu lengur og meira í móðurkviði og miklu betur varið þar heldur en onni í einhverjum poka. Síðan þegar þau fæðast þá drekka þau mjólk eins og pokadýrin. Þetta eru helstu hópar spendýra. Það eru rándýr, fílar, hófdýr og klaufdýr, nagdýr og svo prímatar, en það eru til fleiri hópar sem eru minni. Ég ætla að fara í gegnum svona þessa helstu hópa. Rándýrin, þið sjáu hérna nokkur rándýr, borða ekkert öll kjöt. Pandabirnir þeir borða aðalega bambus. Eiga nú alveg til að borða kjöt en lifa aðalega á bambus. En af því að þeir eru skyldir öðrum björnum, þá eru þeir skilgreindir sem rándýr. Þetta eru síðan selir, marðardýr, eins og þið sjáuð hér, bjarndýr, kattardýr og svo hundar.
Fílategundirnar eru 3. Lengi vel var talað að fílategundirnar væru bara 2, sem sagt asíufíll og afríkufíll, en skógarfíll er undir tegund af afríkufíll, lifir í Afríku, hann er aðeins minni, en það er auðveldast að þekkja afríkufíl og asíufíl í sundur á eyrun. Asíufíllinn með miklu minni eyru. Síðan er raninn pínu ólíkur hjá asíufíl og afríkufíl. Að því leytinu til að afríkufíll er með eins og 2 gripfingur fremst á rananum, en asíufíllinn er bara með 1. Þið getur hugsað þetta þannig, ef þið eru að taka eitthvað upp með 2 pöttum, þá gerir þið eins og afríkufíll, en asíufíllinn er bara eins og með 1 pött og þá þurfa að nota lóan á móti. Það er öllu erfiðar að taka upp litla hluti þannig. Hófdýr og klaufdýr er gríðarlega fjölbreyttur hópur, margar tegundir, en hérna sjáum þið nokkrar þeirra. Það má líka nefna gíraffa og kýr og hesta og ýmislegt annað sem við könnumst vel við. Þetta er allt grasbítar og er ýmist með hófa eða klaufir. Nagdýrin er gríðarlega stór hópur. Hérna sjáum þið nokkur þekktustu nagdýrin. Tennurnar á þeim mörgum hverjum, ekki öllum, vaxa stöðugt, þess vegna þurfa að naga svona mikið til þess að slípa þær niður. Prímatar, við erum prímatar. Það er allir apar, hálfapar, apakettir, lemúrar og svo mannapar. Þetta er svona ágætt úrval af þeim hér. Þeir eru með hendur sem þeir geta nota til þess að halda á hlutum og klifra því. Þeir eru gríðarlega flinkir í að klifra. Þeir eru líka með augun framan á höfðinu sem gefur þeim góða þrívítarsjón. Það skynja dýpt. En þeir eru líka margir hverjir með öllu stærri heila miðað við stærð heldur en önnur dýr. Og á það sér í lagi við mannapategundirnar 4 sem þið sjáið hér. Og þær eru skildar okkur í þessari röð. Gibbonar eru minnst skildur okkur á þessum 4, svo órangútar, svo górilur og að lokum simpansar sem eru mest skildur okkur af öllum dýrum sem við finnum á jörðinni. En það eru til nokkrar tegundir af hverjum hóp hérna. Á Íslandi lifa mjög fáar tegundir landspendýra, það er fullt af hvölum og selum í sjónum. Þegar landnemarnir komu var refurinn, eða íslenska tófan, eina landspendýri sem var hérna, kom einhvern tímann eftir síðustu ísöld með bara ís frá Grænlandi. Landemarnir komu svo með sér mís, hérna er húsamús og þetta er hagamúsi og þetta er húsamús. Þeir tóku síðan með sér rottur, sjáum brúnrottu hér. Það hefur komið upp svartrotta hérna en henni hefur alltaf verið útrýmt aftur. Þannig að hún lifir ekki hérna að staðaldri. Síðan á 18. öld var hungursneyð á Íslandi og þá sendi danski kóngurinn okkur hreindýr. Þeim var sleppt út all land en þau drápust eiginlega öll nema nokkur dýr á Norðausturlandi sem að lifðu af og núna eru nokkur 1000 hreindýr sem lifa vilt upp í fjöllunum fyrir austan. Síðasta viðbótin svona varanlega er minkurinn sem kom 1931. Hann dreifði sér landið, það tók hann 40 ár að dreifa sér frá ströndinni hringinn í kringum landið og hefur haft gríðarleg áhrif á lífríki, sérstaklega í ám og vötnum. Síðan er svona næstu hægt að fara að tala að kanínur lifi villtar á Íslandi, sérstaklega í kringum þéttbýliskjarna eins og höfuðborgarsvæðið. En það eru bara gæludýr sem hefur verið sleppt. Það er nóg af fuglum hérna, það eru milli 70-80 tegundir sem verpa hér á hverju ári. Svo eru fullt af fargestum og flækingar eins og ég talaði áðan. En þá er þessu lokið.